Svekkjandi tap í kvöld, en já, hvað svona þitt mat á leiknum, svona fyrstu viðbrögð? Það bara, sko, það er erfitt að spila sóknarleikinn þar sem að kannski einn maður er að draga vagninn fyrir okkur. Það kannski vantaði fleiri stig frá fleiri mönnum. Við auðvitað lentum líka því, eða lentum ekkert í því, við tókum það ákvörðun að við fengum liðsstyrk fyrir leikinn í hann Hörður var að spila sem fyrsta leik og hann stóð sér vel í fyrri hálfleik og kom með 12 stiga bekknum og en svo bara vantaði framlag frá meira, hann var orðinn þreyttur og Nebo orðinn þreyttur og sóknarleikurinn var þá staður fyrir vikið og svo vantaði þetta Hinrik sem er okkar aðal leikstjóri. Þannig að þetta er ekkert, ég meina, menn að sýna hjarta og baráttu og það er það sem ég vil og það styttist í fyrsta sigurinn. Þið hafið allan ekki áhyggjur eftir þessar fyrstu 3 leikir svona? Nei, ég meina ég hefði viljað vinna þennan leik. Mér fannst þetta leikur sem við hefðum allt eins getað unnið, en eins og ég segi, það er rosalega erfitt þegar skotin er ekki þetta yfir leikirmönnum að vinna leiki og bara þeir gerðu vel. Þeir breyta þess vörninni í seinni hálfleik, settu Bandaríkjamann inn á mótleið á Nebo og Nebo var þreyttur. Það gekk undir þeim, flott séð. Þetta var, já, svona mikil harka og sérstaklega svona í fjórða leikhluta. Maður sá á báðum þjálfurum, bæði hjá þjálfara FSU og þér sjálfum að þið voru að verða svona svolítið pirraðir á dómgæslunni á tímabilinu. Nei, ég var alls ekki. Dómgæslan var fín. Ég hef ekkert út á hann að setja. Eina sem ég fekk tæknivelli fyrir að mótmæla sóknarvillu og mér fannst maður ekki kominn stöðun og þetta var 5. villan á Nebo og dýrt fyrir okkur, en nei, ég hef ekkert út á dómarinn að setja. Ég er bara heilt yfir að þeir hafa haft ágætis stöðu á leiknum. Annars fyrsta tímabili hjá Vestri nýja liðinu og já, þið eru ennþá það ekki svona að móta hópinn, það eru nokkrir að fara að detta inn svona? Jú, við vonum það, en það munar mest um það að Hinrik dettur út og við erum ekkert við sjáum fram á það að við erum eftir að vera samkeppnishæfir í deildinni og við erum þetta með menn í nýjum hlutverkum, stærri hlutverkum en oft áður og við viljum auðvitað bara að þessi strákar nái áttum og já, svona bara við siglum þessari skútu bara inn í sísónu og við erum bara bjartsýnir. Mikið ferðalag þessa leiktíð og við höfum tekið saman kílómetrana. Ísland er fallegt land og mér hefur alltaf þótt það og mér finnst ekkert verið að ferðast. Þetta er skemmtilegur félagsskapur sem við erum að ferða saman og það er gott að vera á Ísafirði og þetta er auðvitað bara hluti af því að vera með lið á Ísafirði. Við sjáum bara meira Íslandi. Bestu þakkir, gangi vel.